Mér líður mjög vel. Ég búin að vera svo spennt fyrir þessum degi. Við erum búin að opna og það hefur gengið mjög vel. Farþegarnir hafa verið óbúslega glaðir og starfsfólki líka, þannig að ég bara í skýjunum. Þetta er búið að gerast alls hratt, en það hefur gengið mjög vel. Fórum náttúrulega í gegnum COVID og það voru alls konar áskoranir sem komu vegna þess, afhendingu efna og þess háttar. Framkvæmdin byrjaði 2021, þannig að aðdragandinn er langur og stundum þegar maður finnst ekkert vera að gerast og svo er bara allt í einu komið á opnun. En við erum búin að vera með alls konar ferli í gangi til þess að undirbúa þessa opnun. Bæði sem snýra að farangursböndunum, sem snýra að húsinu, sem snýra að rekstrarferlunum okkar. Þannig að það eru óbúslega margar hendur búin að undirbúa þennan dag. Og ég er náttúrulega stoltur af því að það hafa ekki orðið nein alvarleg slys af fólki og þannig að þetta gengi svona slöðurlust fyrir sig þrátt fyrir mikinn hraða og stóra byggingu. Við höldum ótrúlega áfram því að þetta og dagurinn í dag markar í raunum bara fyrsta áfangan. Og næstu áfangar eru þá bara að hefjast núna. Við erum að fara að taka niður gömlu færiböndin. Við erum að fara að bæta við 4. færibandinu. Við erum að fara að stækka með fríhafnarverslunina. Við erum að fara að halda áfram hérna á annarri hæðinni. Nýir landgangar og nýr rútuhlið, ný matarupplifun og þannig að það er allt á fullu. En ástæðan fyrir við erum að taka þessi skref og erum að halda áfram, við erum að fylgja þróunaráætlunum okkar. Við erum að taka þessi skref í átt að betri og bættari flugvelli. Þannig að það er framtíðin, það er næsta skref.